beðast afsökunar á þessu lagi. Heatwave með Wiley. Þetta alveg skelfilegt. Hvað þetta? Hver hlustar á svona mánudegi, svona ángrís? Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð allavega núna. Þetta með þess að vondi eftirpartí. Já, þetta eitthvað I'm a party. What's up, það er svona eins og fólk sé að röfla bara í þessu lagi. Já, jafnvel svona lag úr barnaefni. Já, ég lofa ykkur því, kæru hlustendur, þetta lag verður ekki spilað aftur í mínum þætti, en FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn og eins og glöggir hlustendur heyra þá situr Björn Bragi ekki á móti mér þennan mánudaginn heldur Jón Gunnar Geirdal, verður velkominn. Takk fyrir það kærlega, vinur. Við munum vera við stjórnvölinn hér í dag og það verður hellingur að vera og ber þar hæst að hann er á leiðinni til okkar, já, sennilega besti leikari Íslands, Ólafur Darri. Já, það er snillingur. Hann verður mættur innan til okkar rétt og eftir og við ætlum að spyrja hann út í hitt og þetta ásamt því að ég ætla að setja fyrir hann þraut sem ég var að semja hérna á hann og sko málið er, það er spurningum ég láti þig kannski gera þetta líka, Jónsi, að því að þið eigið það sammeilegt, þú og Ólafur Darri, að þið lesið inn á kvikmyndatrailera. Já, ég las inn á kvikmyndatrailera og hann gerir enn. Já, ertu hættur eða? Já, því meðal hans enn, ég er hins vegar að lesa hitt og þetta, eins og veist. Já, þú ert Subway-röddin eða ekki en þá? Ég er Subway-röddin og... Bátum mánaðarins? Já, bátum mánaðarins. Maður getur fengið þetta live hérna. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla allavega að láta Ólaf og jafnvel þig líka lesa sem sagt, ég ætla að láta hann hafa 6 frasa. Ok. Ég ætla að láta hann hringi Dominos á eftir, Dominos eða Castello eða eitthvað písustað. Já. Og já, svona panta pítsu eins og bíómyndatrailer. Já, ok. Þannig að hann skiluru, hann fær línur eins og ertu með einhverja pítsu sem gagnrýnendur haldi ekki vatn yfir. Ertu með pítsu frá þeim sömu og færið okkur Dominos til Lux og Bahamas og eitthvað svona. Þannig að, já, það verður allavega ein þrautin sem við látum Ólaf taka hér á eftir. Hann áttur að pakka þessu saman, það var gaman. Já, hann er með svona djúpa, hann er með mjög flotta rödd. Ríkalega flotta, sko. Ég tala alveg nógu mikið, en ef ég væri með röddin hans, þá myndi ég tala ennþá meira, held ég. Já, og hlusta bara sjálf á þig. Já, hlusta sjálf og tala mjög dramatíska hluti. Já, við erum alltaf svona þungur svolítið. Ekkert svona, hann er ekki með beint hressa FM-röddin, hann er svona með flotta, djúpa rödd. Hann þeir til að taka hressadarra, taka FM-röddina. Já, herru, það er enda spurning, ég ætlaði að láta þig taka hressu innkomuna eftir, það er aldrei að vita við látum hann gera það líka. Já, hann þyrfti að vera svona alveg úberhress. Já, þetta er góð hugmynd, sjáum hvernig Ólafur Darri tekur hressu innkomuna. Já. Þetta er skemmtileg hugmynd. Það ekki? Jó, við erum líka með sturlaða staðreyndir á sínum stað, við ætlum að fá 10 hluti sem vissum ekki Jón Gunnar. Svo ætla ég að hringja einn vin minn sem er pullari og já, nú veit ég að eru margir pullarar að hlusta og já, verður margir sem United aðdáandi að biðjast aðeins afsökunar á þessu í gær. Já, samt ekki sko, eina sem að ég verð að segja og allir Liverpool stuðningsmenn hljóta ára sammálum. Ef að þeir myndi vinna, þó svo að dómarinn hefði verið í aðalhlutverki, þá myndi náttúrulega alltaf þryggja 3 punkta. Að sjálfsögðu, sem við gerum svo sannlega. Já, en ég og einn vin sem heitir Styrmir og hann er jafn harður pullari og ég United maður og við höfum rifist mikið gegn tíðin og hann er fanatískur og hann er eiginlega svona ruglaður. Og þetta er svona eiginlega eini pullarinn sem ég hef leikið mér að bögga alltaf gegn tíðina. Ég seti eitthvað á Facebooki hjá honum eða hringi hann og ég passaði með að hringja ekki hann í gær en hringdi hins vegar í hann í dag í hádeginu. Og hann var hress. Já, ég tók það upp og þið fóðu að heyra það hér á eftir og ég svona náði að vinda hann upp. Já, auðvelt að vinda Liverpool-menn upp í dag og glúta þessu sko. Þó að þessi dómar náttúrulega, við getum ekki búið ábæð því, við United-menn getum ekki búið ábæð því að hann hafi verið alltaf lóðrétt niður sig. Nei, þetta var svona, en maður skilur pirringpúlara á hann. En ég lét, þegar ég talaði við Styrmi, þá lét ég svona eins og, já, ég skildi ekki pirringin hans. Já, það er aðeins. Já, við heyrum það hér á eftir, þannig að það er hellingur að vera í okkur. Hvernig hefur það? Við vorum að reyna hringið á föstudaginn, Jónsi. Já, 2 harðir. Já, ok. Við ætlum að bera undir nýtt nafn. Nonni Plugg. Nonni Plugg? Nei, við erum ekkert að fara í Nonna Plugg. Jú, ég er með mitt litla nýja fyrirtæki, það er Nonni Plugg. Lýstur ekkert á það nafn? Nei, fara á nonniplugg.is. Ég getur örugglega hjálpað eitthvað. Herru, heyrum í Nonna Plugg, það þarf að plugga þessu. Við ætlum að reyna að selja þetta. Nonni Plugg, Nonni Tattoo, þetta er yndislegt. Gott eða góðað. Egill er á skemmtileg nöfn af fólk. Já, vöðvafjés er nýtt sem ég heyrði hann, það var gott. Já, það er reyndar helviti gott, vöðvafjési. En hann verður með mér á miðvikudaginn, 2 harðir verða á miðvikudaginn, þannig að ég fylgist með því. Þetta verður svona aðeins öðruvísi vika, Sóli Hólm á morgun, menn eru í smá fríum og eitthvað. En já, eins og áður við komum fram, verðum við með þéttan og góðan þáttan ykkur í dag. Við þurfum líka að ræða hérna Charlies vídeo eða eftir. Já, það er að gera svitlust á Facebook. Það er gaman að, já, svona litlu böndun okkar er að meika það. Menna fyrst of Monsters og menn og svo núna Charlies. Þetta er alltaf að gerast. Já, það er að líka þessu saman. Ok, förum við þetta eftir. Það er bara fólk að meika úti. Það er náttúrulega ekkert flott með það. Það er bara þannig. Talandum að meika, Rihanna með Rude Boy.
Leikonan Rihanna og já, ef ég væri umboðsmaður hennar þá myndi ég biðja hann að hætta á Twitter. Nú? Já. Þú ert mikið á Twitter, ég þarf að fá hérna crash course á Twitter hjá þér. Já, Twitter virkilega skemmtilegt fyrirbæri og já, notaði mun meir en Facebook sko. Ok. Já, og talandi Twitter, ef þeir eru með einhverja spurningar á Ólaf Darra, þá má ég endilega henda því inn á Twitterinn hjá mér og ég spyr hann hérna á eftir. Það eru svona 20 mínútur í kallinn. Það um að gera, var eitthvað sem þið viljið vita Ólaf Darra. Já, Rihanna á Twitter, hún sko, það alveg fínt að fylgjast með henni, en það fer ekkert fram hér þegar hún að skemmta sér. Já, ok. Og það stendur alveg yfir í svona 2-3 daga stundum. Já. Eins og núna nýjasta og ferðin á Sönn og svona fleira. Hún eiginlega bara búa til slúður fyrir slúðutímaritin. Og núna síðust helgi hún að posta mynda sér á einhverjum strippstað þar sem að lá einhver strippari öfugur á henni og öll út í pening og eitthvað. Og maður setur það bara á Twitter, eða? Já, þetta er svona... Rihanna. Ég held að vera síðasta sem ég myndi að gera ef ég fara á strippstað að twittaði. En ég fer ekki á svo listaði. Við ætlum að fara hérna yfir slúðrið núna. Og ég er með ágætis slúðurpakkandar. Ég ætla að byrja hérna á Sharon Stone. En þessi 54 ára gamla leikona var stödd núna í vikunni á Ítalíu. Á Mílan og var þar, í Mílan. Var þar að fara á nokkra tískusýningar. En það vildi svo leiðilega til að það leiði yfir hana á einni tískusýningunni og það var kærastinn hennar Martin Mika sem var víst með skjót viðbrögð og bjargaði því að hún myndi ekki falla kylliflöta á gólfi. Þessi 30 ára gamli argentíski sigurpappi svona, já, greip hana bara. Hún er með hérna latnest boytoy. Já, það má svona segja það. Það eru 24 ár hátta milli þeirra og já, Sharon Stone náttúrulega lítur vel út. Já, bara virkilega. Hún er svona cougar, kallast þetta það ekki? Ég er að ná sér svona, sko, kærastinn henni er 2 árum yngri en ég. Já, takk fyrir það. Þannig að maður er kannski átt séns í Sharon Stone. Já, basic instinct, bara með blöðu. Ég vil að það fyndið maður. Það væri reynd að finna að sjá því. Hvað er þetta? Ég og Sharon erum að fara að kíkja hérna til Mílan og einhverju tískusýningu. Já, ok, gaman því. Þú að grípa hana. Já, það var eins og þetta var ekkert alvarlegt. Það vantaði vist bara í hana, já, smá kolvetni og prótein. Hún var ekki búin að borða, greiðstúlkan. Það vantaði í hana kolvetni og prótein. Já, og svo var þetta vist líka eitthvað tengt mígreni, segir, já, hennar talsmaður. Já. Þetta var kannski ekkert alvarlegt. Já, þetta ég veit það ekki. Það er svo sem, það er öllum drullu sama. Öllum. Svo ætla ég að halda hérna áfram með slúðrið og ekki það, þetta er þunnu pakkið á mér í dag. Já, þú veist að lofa góðum pakka, næstilega, ég haldi bara áfram. Já, ég skeita þess á mig með það. Takk. Næst er það Lindsay Lohan, ég er nú búin að fjalla mikið hana hérna í slúðrinu og já, ég var kannski ofljótur á mér hérna í síðustu viku þegar ég sagði hún er enda með allt lóðrétt niður en ekki jafn mikið og ég held því að nú hefur það komið í ljós að hún var víst ekki drukkin þegar hún keyrði á manninn og stakk af. En það var hann Jose Rodríguez sem er að kæra hana og sagði hérna við fjölmiðla að hún hefði verið ángat að brenniðinni og stungið af hann klokkan 2 á miðvikudegi eða eitthvað. En nú hefur lögreglan sagt frá því að hún var víst ekki full og það meldist ekkert áfengi í blóðununnar og nú er Lindsay Lohan að kæra þennan mann fyrir að fara með þetta í slúðublöðin. En hversu mikil steik getur Lindsay Lohan verið og hversu lengi? Já, ég er svona eiginlega fann að vorkennin. Hún þarf að fara að finna sér bara eitthvað góða mann eða svona... ég veit ekki. Ég held að engin maður sem er bjarga sér píu sko. Nei, hún er búin að vera... Ekki það eitthvað maður þetta er bjarginni, alls ekki sko en... Nei, hún er búin að vera í Tommy Johnny greið. Já. Við rættum þetta daginn, svona eftir að hún létti sig og litaði sig ljósarða. Já. Og fór að partíast. Það var allt legið niður á við eitthvað. Það er svona opbóðslega erfitt að vera ríkur og frægur. Þú ætti að vera algjör steik líka. Já, hún er í Tommy Rugli greið. En óskuðin allsins besta. Takk. Svo er Bradley Cooper, hann og Zoe Saldana, veistu hvað það er? Já. Leikona. Hún er ekki Colombiana? Jú, hárétt þér. Hún lék líka í Bond-stúlk einu sinni. Já. Nei, hún var ekki Bond, hún var í Mission Impossible. Akkurat. Á móti Tom Cruise. En þau voru búin að vera saman í einhver tíma en hættu svo saman í mars á þessu ári en eru vist að taka saman aftur núna. Þau sáust haldast í hendu fyrir utan Saldanas sem er eitthvað veitingastæður í Los Angeles og já, sáust líka koma út af heimili hans daginn eftir. Þannig að það vera í þessu bara. Já. Einhver dama laumast út heima hjá þér og þá er það bara í blöð. Þá er bara einhver sköllóttur rævill á Ísland að lesa það. Já, nákvæmlega. Þetta er óþólandi. Var hún í Mission? Já, hún var í Mission Impossible. Síðustu? Nei, 2. Mást ekki? Var það ekki hérna, það var ekki hún. Það var hún hérna Thandie Newton.
Það er ruglað saman. Já, það er rétt. Það er mjög svipað, sko. Já. Hún var í Colombiano og grjóthörð þar. Já, þetta er flott leikona. Mjög flott, virkilega. Enda Bradley Cooper, sætur strákur. Já, það var bara við óskum þeim alls sem besta. Þeir hann að leiðast aftur og laumast út úr. Já, gaman að, Amor skula við, nei, Jesus. Já, kottum við þetta. Nei. Þú erum góður. Þetta er fínt hjá þér. Dattin Sigga Lund, kynninga það. Ég ætla að enda þetta hérna á Robert Pattinson og Kristen Stewart. Hvað er að frétta þar? Ég er búinn að fjalla mikið þau hérna í slúðupakkanum, enda er mikið skrifað þau. Já. Og það nýjasta er að Robert Pattinson, ég var búinn að lesa daginn að vera byrjuð aftur saman. Já. En það er vist eitthvað rugl, The Sun skeit á sig þar. Þau eru ekki byrjuð aftur saman, en þau eru að talast og hittast. En það nýjasta er að Robert Pattinson ætlar ekki að gefa Kristen Stewart annan séns nema að hún giftist hún. Hann vil sem sagt fá alvöru svona, hvað segir maður, svona staðfestingu. Já. Og þessi giftastöðminn sem held fram hjá hann með leikstjóra það. Já, annars verður ekkert af þessu. En svo finnst pínu þessögn í þessu hjá honum Pattinson vinur minn, allt í lagi. Já, hann er nett steiktur, sko. Já. Í svona viðtölum eitthvað, hann er alltaf svona, hann er null harður, sko. Já. En svo bara, öll viðtöl sem ég sé hann í eftir að hún held fram hjá honum með eitthvað spyrja, hvað er fréttið? Ég er bara góður. Nei. Já, hann vantar. Hann bara glerharður hún í Vegas einst, sko. Já, vantar smá kúl í hann. En hann vil vera að giftast inni, það er bara frábært. Já, hérna stendur nú bara einsku. According to a source, Robert told Kristen the only way he can forgive her affair is if she truly commits to him. And by commit, he means marriage. Það er ekkert flóknar að það. Hverji á það að breyta maður? Já. Hún hliður bara inn að leikstjóra áttu, sko. Heldur það? Bara ekki mjallkvita gæðin? Jó, hann var nú ekkert myndalögur samt, sko. Nei, það er bara, hvað veit maður? Nei, en allavega... Þannig að það er vandraði í Twilight vampíru, það er vandraði í vampíru heimum. Já, þetta víst, sko, þeir þyrftu á Íslandi að halda það núti því að það er allt í rugli varandi prómóti á myndinni. Ég hef búin að lesa það, þetta getur gríðalegt tekjutap fyrir kvikmyndaverið á myndina. En þetta er aðeins búið að græða. Því að, það eru margir Twilight aðdáendur sem ætla að sniðganga sýningunni ef hún mætir. Þetta er náttúrulega, Twilight aðdáendur, þetta er svona eins og Harry Potter aðdáendur og Star Wars aðdáendur. Ég fíla alveg Potter og fíla Star Wars, en ég skil alveg róluðs, sko. Já, þú ert ekki að mæti búning á frumsýningu. Nei, ég minna í því. Og það er til, sko, ég las einhverstar könnun hérna þegar FM 95 blöð var að byrja fyrir tæp árið síðan og það var eitthvað, sko, 30% af Twilight aðdáendum langar til að vera vampírur. Hvað er að frétta? Já, viltu vera vampíra? Veit fólk að þetta er bara bækur og bíómyndir? Svona, bara herðu, hvað viltu vera þú stór? Ég vil vera vampíra. Ég vil vera vampíra, eins og Kristi vinkona mín. Fyrir utan það, þá held ég að sé ömulegt að vera vampíra. Lífið endalaust og getur ekki verið í sól og... Já. Getur þú ímynda... Bara á nóttinni, svona, ok, ég þekkir nú nokkra sem gæti verið vampíra. Já, svona þegar við segja það, þá Ásgeir Kolbens gæti verið vampíra. Það er rétt. Hann fer mikið á nóttinni. Já, sést lítið á daginn. Sól fyrir illa í hann. Mjög illa. Menda rauðhærður. Já. Þannig að það er svona, hann er nett Twilight í Kolbanum. Hvað ættum maður að ringi hann og spyrja? Kannski er hann sofandi núna bara í líkistöðunni á Austur. Kannski er hann vampíra. Ég ætla að vera með hvítlögn eftir ég hitt hann. Þetta var slúðurpakki dagsins, styttist hér í Ólaf Darra og svona nett síntal í Liverpool vinn minn. Hann fá núna stúlku sem er að gera gott á Íslandi, Þórunn Antonía með Too Late. Too Late styttist í gest þáttarins sem er stórleikarinn Ólafur Darri. Þetta er virkilega gott lag hjá henni, Þórunni. Já, og líka nýja lagi hérna, So High. Já. Þetta er flott lög, það er svona 90s feelingur yfir þessu eitthvað. Já, svona 90s, pínu 80s disco eitthvað, sko. Þetta er skemmtilegt. Platan er frábær. En áður en Ólafur Darri mætir hér í stúdíóið þá ætla ég að spila fyrir ykkur stutt símtal sem ég tók upp í hádeginu. Þetta er svona einn af mínum betri vinnum, hann heitir Styrmir Gíslason og er grjótharður pullari og hef ég böggað hann í gegnum tíðina og ég held að það hef ekki farið fram hjá neinum að Manchester United og Liverpool spiluðu í gær þar sem að dómari leiksins var í stóru hlutverki. Já, stórum. Og dæmdi manni út af og dæmdi víti sem var ekki víti, veit ég hvað og hvað. Já, og sem United aðdáandi þá viðurkenni ég það alveg fúslega að Manchester United átti ekki skilið að vinna þennan leik. Nei. Og púlarnir voru betri, það er þessu sinni. Ég ætla nú ekki að fara svo langt að segja sem er betra lið en United, en voru betri í gær. En ég hringdi í hádeginu í félaga minn sem heitir eins og ég sagði Styrmir og ég hef átt til að espa hann upp í gegnum tíðina þegar kemur að Liverpool. Og ég ætla bara að spila hérna fyrir ykkur símtali þar sem að ég lét svona eins og mér fyndist að United hefði átt skilið að vinna leikinn. Já, engin skilningur og samúð. Nei, hlustum á það. Halló. Styrmir. Já. Sælinu auðvitað hérna.
Hvað segirðu, Kalli? Góður. Nei, ekki, hvað það bara sagði? Just hanging. Ertu hengin? Já. Ég ætlaði, það er búin að jafna á leiknum í gær, eða? Hæ? Þú ert búin að jafna á leiknum í gær? Já, svona varla, sko. Útgæðslega. Það er alveg ótrúlegt hvað ég geti vælt, maður. Ertu eitthvað geðugur, eða? Nei, það var allt Facebooki bara undirlagt í einhverjum bitrum búlurum. Ég meina maður... Ég sá nú ekki betur að það væri allt morandi einhverju Scum United liði hérna dásama dómara leiksins og eitthvað, allan á mínu Facebooki, sko. Dásama dómara? Já. Hann náttúrulega getur pínu sjálfur sér en kent hann að gaurinn, stekkur hann í hana, bara heppin að lappa brjóti ekki Johnny, maður. Ha? Er það djókið það? Nei. Sástu og horfður á leikinu? Þú veist, ég alveg, þú ert svo blindur að það er geðvegt, sko. Nei. Ok, ertu að segja mig það, hann hefði ekki getað brotið hann með þessari tæklingu, eða? Jú, Johnny Evans hefði getað brotið John Joe Shelby, sko. Hann var að tekja þetta tæklingu, sko. Nei, hann náttúrulega bara verja sig hana. Því, ertu ekki að klikka? Nei, hann var alltaf að fara að ná boltanum styrminn og lítur að sjá það. Ertu ekki, í alvörunni? Ég var með þess að skoða þetta en rétt á hann, sko. Já, þetta er svo, fokk maður, ekki hægt að tala við þig þetta, sko. Veitu hvað, fannst þér að báður átt að fara út af það? Bara, þú veist, ég veit ekki, gult spjald á báða, whatever, það er aldrei rautt bara sjálfi, sko. Það er náttúrulega, sko, það sem er búið að gera núna það er búið að stoppa einhverja mynd og eitthvað, ég er nú að tala bara þegar dómarinn sér þetta. Ég er að horfa á þetta live núna, as we speak. Hvað? Get over it, maður, hvað er þetta að horfa á? Já, þú veist, ég meni, ég setti þetta bara í ganga þegar þú veist með þetta djúðsins brulli, þú veist, það þarf ekki, komdu bara í heimsókn í kvöld, ég skal sína þetta. Nei, ég er búin að sjá þetta alveg nú oft, en svo er vítaspyrnudómurinn, fannst þér hann harður, eða? Nei, þú veist, ertu eitthvað að gera grín í mér, en auðvitað, þú veist, þetta er náttúrulega bara aldrei víti, það er... Hann fyrir í hælunum, það var sýnt oft. Já, það. Ég meina, meira þess að rottan Gary Neville sagði að dómarinn hefði stólið fremstegum að Liverpool, þú veist, í alvörunni, auðviti. Nei. Þetta er bara fáránlegt. Þetta var tveir vafa dómar þarna, þetta er 90 mínútur. Þú vinna leiki svona, finnst þú veist í alvöru, þú ertu bara gett, vinna fótboltaleiki svona. Heldur ég sér ekki sáttu bara við að fá mín 3 stig? Já, en ég meina, og ertu bara stoltur af hvernig þið fenguðu, bara dómarinn réttir þetta á silfurfatti og þú veist, og svo bara... Sko, þetta eru tveir vafadómar á 90 mínútna leik. Nei, þetta er miklu fleiri maður, svo áttu Suárez klárlega að fá víti. Nei. Nei, þú veit ekki, nei. Hann er náttúrulega fullu kaupið þessi hálsi maður, það er alltaf hann að fyrir með nýja leikmann, hann Howard Webber í stórum vandamálum að koma til liðu aftur. Það er ekki talandi við einhver búlarann maður. Þú ert svo klikkað, sko, þú veist, alltaf skallt að hringa í mig, þú veist, hvað hefur upp úr því, þú veist, alltaf eitthvað svona bull, þú er alveg störrblindur á þetta. Ég hringdi ekki í gær af því ég ætlaði að gefa það svona sólarring til að jafna það á þessu rugli. Þetta er, þú veist, í alvörunni. Já, en ég næði ekki að tala við, þetta er bara að blösa. Nei, Styrmir. Nei, næði ekki í alvörunni. En Styrmir. Bara, ég veitur hlut að gera. Ok, en Styrmir, að þú hlýtur samt að vera að sammála því að í svona leikjum, þetta er ekkert bara í Englandi, heldur líka á Íslandi og fleiri deildum, að þegar svona lið mætast, stóra liðið fær oft vafadómana, að menna litla liðið... Rókhaltu kjafti. Svona endaði þetta símtal og þetta er ekki fyrsta sinn sem að þessi drengur skellir á mig þegar kemur að hann skellt á þig þessum klúbbans. Já, en svo grjót svo ringdi ég nú í hann úr Gemson, ég sendi honum SMS að því hann svaraði mér ekki. Já. Sendi honum svo SMS og baði honum að svara og sagði hann mér hefur að taka þetta upp fyrir þáttinn og útskýrði fyrir honum að þetta hefur verið ósanngjarnt sigur hjá United. Já, var það þá aðeins áttar eða? Já, hann róaðist hann aðeins. Hann var ekki bara tilbúinn hann var í vörð, bara Liverpool vörð strax. Hann er mjög snöggur upp, enda, harður púlari. Rottan Gary Neville og þetta gler harður púlari. Samreikistir mér en allt í lagi, þetta er bara það líf sem þú valdir. Já, en þetta er eins og ég segi og maður væri örugglega eins, hafði þetta verið öfugt. Já, þú ert keppnismæður, ég viðkenna, þú átt reyndar. Ég get orðið snarbilaður sjálfur, en stimmið þú þetta hlusta, þá afsaka ég þetta. Við skulum fá hérna eitt gamalt og gott föstudagslag frá Svessa. Svo Ólafur Darri mættur hérna í stólinn og ég minni á ef þú eru með einhverja spurningar á kallinn þá endilega senda þér inn á Twitterinn hjá mér og aldrei að vita ég spyrji spurninguna. En þetta er Titanium með Chubby Little Loverboy. Ekkert getur búið undir það sem gerist næst. Grey's Anatomy, herstu miðvikudag 3. október. Stöð 2,
skemmtilegri. Það Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Það hárrétt til að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957, Öddi og Jón Gunnar með ykkur til 6 í dag. En gestu þáttarins mættur hingað og það stórleikarinn Ólafur Darri, vertu velkominn. Takk hérlega. Hvað segirðu? Bara gott. Það ekki? Jú. Til hamingju með myndina, djúpið. Takk hérlega. Hún stórkostleg. Já, frábært. Já, og kannski búin að heyra þetta alla helgina, eða? Svona, það gaman að sjá hvað fólk hefur svona bröðist jákvætt við. Já, ég sé þetta alveg að fara yfir bara. Það ekkert smá þess. En, Ég að geima þetta fyrir innslæðið á eftir, sko. Já, þú ert að fara að taka ressinkomur hérna eftir. Og hvernig líst þér líka á pítsuleikin? Ég laka mikið til að taka þátt í voru. Já, þá ætlum við að nýta hérna að, já, hann les mikið inn á kvikmyndatrailer. Við förum betur yfir það hér eftir. Ekki? Jú, svo víst. Já, Sambi og röddin hér. Já, talaði inn á trailerinn hjá okkur á sínum tíma. Jú. Leynilögguna. Já, það var skemmtilegt. Já, virkilega nett. En, sko, ég ætla að byrja að spyrja þig út í, þú ert líka að leika í annari mynd núna þegar ekki, sem hefur að taka upp á Íslandi, sem Ben Stiller að leikstýra. Jú. Er það feimnismál eitthvað eða? Nei, bara, má ekki tala um það. Ná, ok, má ekki segja. Ég er ekki sem ég megi segja að ég sé að leggja. Nú er það þannig. Nei, það er ekki þannig. Þetta er allt voða lindósamt með þetta, hérna, fólk er bara rekið að taka mynd á setti og eitthvað svona. Já, þetta er allt eitthvað voða mikið lindó. Ég og Sveppi vorum John Ingi, félaginn Sveppa, hann er að vinna þarna við myndina. Já. Við vorum að beða hann að segja okkur eitthvað hvað þið væri og eitthvað, það var bara ekki séns. Það má ekkert segja og ekkert gera. Ég reyndar fullt af fólki tók myndir og svona setti og það var engin reiki sem ég veit um. Nei, ok. Ég held kannski það sem, við getum ekki postað á Facebook eða eitthvað, sko. Nei, ekki verið að taka og eitthvað. Já, kannski fær fólk að heyra það. En nei, ég sérst, jú, ég er allavega að vinna eitthvað smá í þenni mynd. Já, en er mikill munur að leika í, já, svona bandarískri bíómyndi eða íslenskri eins og djúpinu? Ég náttúrulega fór með balta út til New Orleans og lék í kontrabandana. Já. Ólaf. Já, sko, jú, þú veist, munurinn liggur aðalega bara í peningum. Já. Og umstangi. Já, ég skilði. Og sjálfsögðu væri maður oft til að hafa meiri peninga í íslenskum bíómyndum. Já. En listrænt síðan finnst mér munurinn vera afskaplega lítill. Já. Og gæðin á fólki sem að vinnur við myndina, krú og önnur, bara er engin munur lengur á því. Það er bara sami standard. Já, og það er bara, munurinn liggur í, þú veist, menn óneittalega hafa úr meira móða út í hinnum stóra heimi. Já. Og það er... Ertu að fá trailer og svona? Er ég að fá trailer? En svo þegar þú varst að leika í kontraband og myndinni á Stiller, færðu svona þitt eigi hjólísi eða? Já, ég... Og bara grænt M&M og eitthvað svona? Ég er svona lítið afdreppi fyrir á klósettunum, já. Á hverju svo Hollywood fyrirtæki er alltaf að koma eitthvað, minna það er þegar krúið, það er að nota krú bara hérna heima. Já, svolítið mikið. 200 manns eitthvað sem er að vinna þessar mynd og held að, sko, yfirgræðandi meiri lítið af því eru Íslendingar. Flott viðurkenning á landið góðu. Já, skemmtilegt, sko. Virkilega. En, já, hann var hérna hjá okkur í síðustu viku Balti og þá var hann að segja mér sem kom mér veru og lóvart að alla tökurnar í sjónum, það var ekkert gert inn í einhverju stúdíu, þetta er allt, þú veist, bara út í sjó. Hversu mikill viðbjóð var það svona 0-10? Það var, já, 0-10, ég veit ekki hvað maður að segja. 20? Nei, það var oft gott að geta komast í heita pottinu eða eitthvað eftir tökur. Já, en hvað varstu lengi í sjónum í senn eins og í sumum tökunum hann? Við vorum, það voru hann að kvöld þar sem að ég var kannski 5-6 tíma. Já. Og þá, sko, maður fer ekkert mikið upp úr að því að maður átti blauðbúning. Já. Og manni verður fljótt kalt ef maður kemur upp úr í blauðbúning. Að skára að vera bara onni? Það er eiginlega skára, sko. Já. Maður dofnar þessu upp og svo er það bara fínt og maður endist alveg í langan tíma, sko. Ég hef farið 2-3 svona hempur út í eitthvað sjó, ætla ekki að kalla það sjósund, sko. En maður dofnar upp á einhverjum sekundum. Já, ég fór einhvern veginn með Sif Friðleifs í eitthvað sjósund, ég var grenjað allan tíma, sko. Þannig að ég hef ekki getað leikið þetta hlutverk. Ég sé því syndag, máttur þú fara út í sjóin eða? Þú var bara eitthvað að þér. Ég var náttúrulega í luxus, sko, hitinn í sjónu hjá mér var svona 11 gráður held ég. Já, ok. Og hitinn í sjónu þegar hann Guðlaug var stund, það var
5 gráður. Já, ég fór í febrúar, það var bara hryllingur, sko. Já, þetta bara eins og að fá svona fullt af nálum í sig. Já. Það var ég grenjaði vika eftir þetta og ég held ég að vera svona 3 mínútur onni. Fannst ég því líka hetja. En þetta erfiðasta hlutverk sem þú leikið, Ólafur? Já, þetta það nú örugglega. Já. Af mörgum erfiðum? Svo far. Já. Ég náttúrulega bara miserfið og það eru hlutir sem reyna mismikið á. Þetta hlutverk var erfitt líkamlega, það var mjög erfitt andlega líka. Já, ég trúi því. En svo senan þegar þú kemur að klettunum með myndina, kannski ekki allir búin að sjá og hvet ég alla til þess að kíkja þessa mynda sem hún er stórkostleg. Er það þú eða er það einhver áhættuleikari eða? Sko, ég held að ég er svona rúglega 95% eða eitthvað í mynd. Það var, sko, Balti er einhvers staðar, ef ég maður rétt. Það er eitt skot sem Balti er í. Ok. Og svo er eitt skot sem að björgunarsveitarmaður úr Vestmannaeyjum. Já, ok. Sem hann tekur á sig þarna. Já. Já, ok. Og það ástæða fyrir því var bara að hann fór í land og svo ætluðum við að skjóta út á sjó. Fórum í 3-4 tíma í það og svo þegar við komum tilbaka og ætluðum að taka þetta atriði með mér, þá bara var orðið brjálaði sjóinn og við sammeltumst það að það væri kannski snigast ég myndi bara fara í bátum í land. Já, þú er kannski verið svona, nei, þú ekki bara að sleppa þessu, þú er ekki komið bara. Það kom alveg skýtt það sem að mér stóð ekki sama. Já, trúið því. Það er bara eðlilegt og... Var þá Balti á svipinu og hvetið áfram með það? Já. Er hann harður leikstjóri, Balti? Harður? Já. Hann er náttúrulega bara, hann er eitt sá harðasti. Já, ok. Þá meina ég sko, Balti bara, hann gerir ekkert í hálfkáki, hann krefst rosa mikils af öllum, en hann krefst alltaf mest af sjálfum sér og ég hef unnið með Balta margoft og ég mann, þegar við gerum brúkumann þá held ég að hann hafi unnið sko í 5 vikur, 18-19 tíma dag og svo var hann bara farin til Ameríku að vinna eitthvað þar bara daginn eftir við kláruðum tökur sko, þannig að hann er harðastu við sjálfan sig þegar það áreynir. Já, mér finnst alltaf, ég finn alltaf hvað maður er mikill auðmikið þegar maður heyrir svona hluti. Maður er með þátt 2 tíma á dag eitthvað. Já, og bara stundum með það í vesinni. Hvað þá 18 tíma á dag? Balti klárar 2 guns, tekur Toronto, kemur heim í djúpið, tekur þetta. Já, þetta er vinnu alki bara. En hvað er framöndan hjá Óla? Það er nú bara, ég er að fara að frumsýna aðra bíómynd í janúar. Ok. Sem ég ætla að koma. Ertu að hallast meira svona yfir í bíómyndir heldur en sviðið? Það var nú einhvern veginn verið þannig bara síðustu 2 ár. Ég hef ekki gert mikið unnið meira í leikhúsi nánast úti heldur en hérna heim á Íslandi. Já. Ég var náttúrulega fyrra, ég hjá Royal Shakespeare Company, þar sem Gísli var leikstýra. En núna í vetur ætla ég að gera Mís og menn. Ok. Í Borgarleikhúsinu. Lenny. Já, og svo Vesturpost að gera Bastard, sem er sýning sem við erum búin að vera að sýna út í Svíþjóð og Danmörku og erum núna að koma heim og frumsýnum í lok október. Ok, en hvaða bíómynd er þetta sem varst það? Hún heitir XL. Ok. Og verður frumsýnd í janúar. Glæsilegt. Og tísinni fyrir hana er komin á netið, mjög skemmtilegur. Já, að gera að tjekka á því. Við viljum að fá hérna 1 lag og svo er ég með 2 gestaþrautir fyrir Ólaf, meðal annars Hressuhingkomuna og svo annar, skemmtilegur leikur sem ég útskýri hér eftir smá. Fáum fyrst The Streets með Dry Your Eyes. The Streets með lagið Dry Your Eyes. Við sitjum hérna, ég, Jón Gunnar Geirdal og Ólafur Darri og það er komið að svona, fyrstu þrautinni á Ólaf. Ég er að spá enda á Hressuhingkomunni, Óli. Þannig að við erum að fara núna í leik. Ég sit hérna með 2 mönnum sem að, eru búin að vera svona raddir kvikmyndatrailer á Íslandi. Jón Gunnar, þú talaðir inn á kvikmyndatrailera fyrir senu. Já, mörg ár. Og Ólafur Darri, þú ert með Sambíóin og ert ennið ekki? Jú. Og ég skrifaði hér fyrir í dag niður nokkra frasa sem eru mjög algengir í svona íslenskum kvikmyndatrailerum, eins og ef þú ætlar að sjá eina mynd á þessu ári og frá þeim sömu og færðu okkur og fór beint í toppinu Bandaríkjunum og eitthvað svona. Nema ég er búin að tengja þetta núna við pítsur og við ætla að láta byrja Ólafur Darra hringja hérna á pítsustað hér í bæ og hann er með 5 frasa fyrir fram að sig og hann má bara nota þá og þarf að nota svona kvikmyndatrailers röddina sína. Ert þú tilbúin, Ólafur? Já. Ok, þá ringjum við hér á lítinn pítsustað sem heitir Dominus. Í augnablikinu eru allir þjónustufulltrúar uppteknir. Já, hlaut að vera, kortir í 5. Við viljum benda á að Röddin bara á hold. hægt að panta á dominus.is. Við aðstofum þig eins fljótt og við getum. Ætlar að panta pizza á kortir í það? Þetta er að Ekki verið ekki 4:30 eða eitthvað?
Bara pizza sig upp. Og hvað þetta var spennandi samt. Gaman á hold. Já, Dominus. Hvað gerst? Veitu hvað, þetta datt bara út, ekki hægt að panta það? Í augnablikinu eru allir þjónustur uppteknir. Takk fyrir að bíða. Ok, einhverjum. Við viljum benda á að einnig hægt að panta á dominus.is. Við aðstofum þig eins fljótt og við getum. Takk fyrir það. Ég til að gert þetta bara á dominus.is. Senda bara mail. Já. Var þetta það sem þú varst að tala áðan með þáttinn og hvað? Það eru þau sitt. Það gengi kannski ekki eins og... Já, það er svona pínu ekki undir. Pínu vandræðilegt. En þau setja ekkert lag meðan maður býður eins og niður. Pínu vandræðilegt. Sér nú erum hann taka sterakast á Dominus. Hann er að kasta einhverju. Ég hef oft pantað þarna áður. Ég fæ alltaf lag. Já, þú verður bara að láta í þér heyra. Dominus.is og getur sendt. Því miður eru allir... Hvað er að gerast? Það uppteknir, vinsalega spýðir. Prófa ég hana hérna. Hvað er að gerast á Dominus? Klukkan kortir í 5 á mánudegi. Ég er allir bara ennþá... Jæja. Þetta var rosa... Já. Nei, ok, ég er með annan stað. Góða með það. Bæru, call rejected. Þeir eru að hlusta. Hvað er að gerast hérna? Ég er ekki að ringja. Herðu, Castello skellt á mig. Herðu, þetta er alltaf, þetta er að deyja hérna. Þetta er að fjara út. Í augnablikinu eru allir uppteknir. Jæja, Takk fyrir að bíða. Já, takk fyrir að bíða. Við viljum benda á að panta á dominus.is. Það er þetta frábært. Ég er alltaf mjög fengið í svongurum. Ég er á svongur. Ég var hann geðveikur. Á slæs í hús. Heima þunnur og... Nei, þetta er bara ekki að ganga. Þá förum við hér í... Jú, ok. Já. Dominus pizza, góðan dag. Hæ, ertu með einhverja pítsu sem gagnrýnendur haldi ekki vatni yfir? Einhverja pizzu sem gagnrýnendur haldi ekki vatni yfir? Ef ég var að borða eina pítsu þessu ári, hvaða pítsu ætti ég að borða? Herra, er þetta símat? Ég segi þetta er frá Bylgjunni. Ertu með pítsu frá þeim sömu og færðu okkur Dominus til lúk frá Bahamas? Ertu með einhverja pítsu í fyrsta sinn á Íslandi? Hvaða pítsa fór beint á toppin í Bandaríkjunum? Æ, þetta var smá símat. Æja, eins og þetta gat orðið skemmtilegt í hausnum á mér í dag að þá eru afsakað ónaði. Er það eina sem ég er að spyrja það samt? Ertu þarna? Ég er hérna, já. Er mikið að gera hjá okkur kortir í 5 á mánudum? Já, það er. Af því við vorum að hold í svona 5 mínútur. Voruð að hold í 5 mínútur? Já, ekkert lag og ekki neitt maður. Það mætti alveg splæsi eitthvað svona good shit mennum að býður. Við skoðum það, ég er með á holdina. Ok, takk fyrir og fyrirgjöðu. Bless. Herri, já, þetta var hressandi. Castello skelltu á og við þurftum að býða í 5 mínútur eftir Dominos. Og fengum ekki lag. Nei, og fengum ekki eins og lag. Alvarlega, þetta var eitthvað svona, smá illt í. Er þetta eitthvað síma? Þetta er frá Bylgjunni. Já, Bylgjunni. Sjáu ekki fyrir ykkur Reykjavík síðdeis. Jú, Þorgeir Ásvalds er bara núna að ringja á Dominos og gera símat. Það er svo aðeins fyrir að djúsa upp hérna Reykjavík síðdeis. Já, Gissur, hennar á mótana, fyrir ekki. Já, við ætlum að fá hér 1 lag og svo er það hressa innkoman, svo ætla ég að sleppa þér, Ólafur. Takk. Rudimental með Feel the Love þennan mánudaginn eftir stórkostlegan símarækirna hjá okkur aðan sem við ringdum á pizzastæði. Okkur var hafnað á einu staðnum og þurftum að bíða 5 mínútur eftir hinnum en það er hins vegar komið núna að næstu þraut fyrir Ólaf Darra og þetta er eitthvað sem að flestir gestastjórnum mínur hafa þurft að gera hérna í gegnum tíðina. Þetta er, þetta er eiginlega verið að taka svona gamla FM kynningu eins og það var í gamla dag. Þannig að núna, þú ert einn af okkar bestu leikurum. Hann Baltasar setti þig og
Ingvar í fyrsta sæti hjá sér, hann var hérna á minnudaginn. Þannig að nú þarftu bara að setja í, eins og sérst að sækjum hlutverk sem hressasti útvarpsmaður sem til er. Á FM 957. Já, og þú getur unnið mikið með veðrið, að sé allt að gerast hjá okkur og hvað klukkan er og þetta er Pizzur og bíómiðar. Já, versta við þetta er, þetta er 1 mínúta. Okay. Og það mun líða, þetta mun vera eins og 10 mínútur að líða. Og maður getur nota bara, þú veist, ég get bara nota klukkur einu sinni. Já, góður útvarpsmaður er ekkert að segja ofta á 1 mínútu hvað klukkan er, sko. Nei. Þú veist, ég held að Ingvar myndi rúlla þessu. Já, þannig að það er pressa á þér. Það er pressa á þér. Og já, ég ætla að stilla hérna tíman. Ert þú tilbúin, Dari? Já. Er tilbúin og verður? Já. Þá byrjuðu þetta, 1, 2 og byrja. Já, halló, Óli G hérna með ykkur á FM 957. Klukkan er orðin 5 mínútur yfir 4. Við ætlum að hlusta á alls konar tónlist, allt mögulegt, allt frá Pet Shop Boys og yfir í Duran. Svo kemur í þáttinn til okkur eftir koma Jón Gunnar Geirdal og Auddi Blö. Auddi, þið minnir frá honum, hann er búinn að sína á sér rassinn svona 15 ár sinni í sjónvarpi og Jón Gunnar Geirdal kynnir senu og við ætlum að láta hann hringja í pítsustað. Við ætlum að láta hann hringja á Castello, ekki segja neinu frá því, sérstaklega ekki á Castello og láta hann panta pítsu á 5 mismunandi vegu og með nokkra góða frasa með það. Annars fór ég á netið í dag og sá alls konar hluti sem er að gerast á netinu og það er búið að vera ógeðslega gaman að fara yfir allt saman fram og tilbaka. Klukkan er núna 5,5 mínútur yfir 4 og hvað? Hvað mikið liðið? 8 sekundur eftir. Heyrðu, frábært og ég ætla að fara að skella einhverju góðu í takið. Nei, ég stoppi þetta og fara ekki að kynna lag. Þetta er vestarressa innkoma sem ég heyrt á æviminni. Það dætti klukkan aftur, ég var ánægð með það. Já, aftur. Nú er klukkan orðið. Ég er að segja það, ef ég fæ einhvern tíðan svona jobb þá verður það á lindinni. Þetta er líka, ég er búinn að vera á netinu í dag og það var alveg skelfilegt. En í lokin, Dari, ég ætla ekki að sleppa þar út með þetta. Það er ekki hægt. Ég reyndi. Já, ég veit það. Það er, þú fær prik fyrir að reyna. Ok. En það er svona ánans gríns, eins og góða leikari. Já. Ég held að séu 15 manns búin að reyna þetta inn í stúdíónu. Þetta var versta. Það er staðfest. En ég bað hérna hlustendur að senda spurningar á þig inn á Twitterinn hjá mér. Já. Og þetta gerðum við með Balta líka og ég ætla að spyrja hérna nokkra spurningar svona áður hún ferð. Okay. Eins og Egill Guðjónsson, hann vill vita með hvað liði heldur í enska boltanum. Maður sín alltaf verið ekki það, Liverpool. Það er Liverpool, já. En já, hér spyr einn, hvor er betri leikstjóri, Ben Stiller eða Baltasar Kormákur? Get ekki svarað þessu. Nei, þetta er kannski erfið spurning. Emil Pálsson spyr, hvað tekur þið mikið í backpressu? Núna, ég er ekki búin að lyfta nógu lengi, svona kannski 75, kannski, þú veist, hæst farið 100, en þá er ég að tala um að lyfta 30 sem, sko. Já, ok, þú er ekki einhvern svona einlyfta? Nei, ég er ekkert í því. Nei, ok. Ég lyfti bara 310, sko. Já, svo er þetta er nú spurning sem er oftast í hraðaspurningunum, hann spyr hér Viktor, besti skyndibitinn? Vá, góð spurning. Ég myndi segja hambúrgarar bara. Já, hambúrgarar? Samanlega. Já, einn góða burgar, ég er þetta algjör pítsufikill, sko. Já. En burger hérna minn. Svo er hérna, þetta er heldur skemmtileg spurning frá IF. Veistu einhvern annan leikara sem hefur leikið í 3 skipamyndum? Eins og, já, Hafið, Kontraband og Djúpið. Góð spurning. Vá, ekki í svona fljótu bræði. En ég, þú veist, þetta er mjög skemmtilegt, ég skal pæli hans í þessu. Já, hver er frægasti leikari sem þú leikið með? Spyr Anton Ingi hérna. Já. Já, svona, hver er skemmtilegasti leikari sem þú leikið með? Ellendu Bergi Brotnið, ef ég spyrja því. Ég myndi eiginlega bara velja Ben Stiller, held ég. Já. Og Eddie Marsan, ég leik með honum í Bjólskuð, hann er frábær svona rosa flinkur breskur leikari sem að menn þekki, hann kannski veit ekki endilega hvað hann heitir, en hafa séð hann í 100 myndum. Hann er alveg frábær leikari. Ok. Og rosa gaman að leika móti honum. Kristinn Junior spyr, já, þetta er þetta svolítið skemmtileg. Balti sagði hérna við mig síðasta mánudag að ég spurði hann ef að þú og Mark Wahlberg fær í slag, hver myndi vinna, og Balti vildi minna að Mark Wahlberg myndi lemja þið. Ertu sammálað því? Nei. Og það var eitthvað að tala um Balti að Wahlberg var í lærður boksari og eitthvað. Þú veist, ég þarf bara að ná að lenda á honum einu sinni, þá er þetta búið. Já, bara ná honum niður. Ég fer bara, þú veist, mín 130 kíló hoppa bara upp í loft að honum. Ef einhver hluti af mér nær honum niður, þá er þetta búið. Þannig ég vinn þann slag.
Hver Heiðar Guðnason spyr, hver frægastur í símaskráni, Ólafi Darra? Jerry Butler. Rándýrt maður. Ef þú mætti leika með hvaða leikara sem í heiminum, með hvernig myndir þú vilja leika? Vá. Jack Nicholson. Berglind spyr, við förum að hætta þessu, svona síðustu tvær spurningarnar, ertu að fara að flytja út til, ertu að fara að flytja til útlanda? Nei, þannig að þú ætlar ekki að fara til Hollywood og... Elta drauminn? Nei, ég alveg til að, leika í Hollywoodmyndum eitthvað, en ég elska Ísland og langar bara að búa í Íslandi. Ég hef engan áhuga að flytja til Hollywood eða eitthvað annað. Nei, en ertu með, þetta kemur nú ekki af Twitter, en ertu með umboðsmann úti sem að vinna fyrir því í Bandaríkjunum? Já, ég er með umboðsmann í Ameríku og í London líka. Ok, og ertu þá að fara stundum í svona, þú veist, pröfur fyrir hlutverk sem að kannski ekki, sem að vera ekki fengi? Svona öðru hverju. Já, ok. Spennandi. Já, spennandi. Ég ætla að fara að sleppa þér, út búin að vera hérna með okkur í hálftíma og, bara verið sannur heiður hérna að fá þig. Ég var svo lélegur í þessari pröfu hana. Já, hérna hressingunni. Mér finnst að þú er kannski að bjóða mér aftur einhvern tímann eftir nokkra mánuði og ég fæ að undirbúa mig. Ok, ég skal gera það. Skilurðu? Þannig að þú ert svona undirbúa fyrir hlutverk. Þannig ég geti komið undirbúin í pröfu. Ég til, já. Ég get að veist að eina sem ég get lofað þér, það getur ekki orðið verra. Nei, og við skulum kannski haft það þannig að þú getur sendt mér kannski svo 5 stikkor sem ég þarf að koma inn í, Já, hjálpa þér aðeins, já. Og ég get gert það, en ég skal búa til, dæmið. Herru, það er on. Takk kærlega fyrir komuna, Ólafur, og þetta hérna er lagið sem hann átti að kynna þér náðan, Gangnam Style, en við bara gátum ekki sleppt honum svona. Takk kærlega fyrir komuna. Oppan Gangnam Style. Það er rétt, Öddi og Jón Gunnar með ykkur hér til 6 í dag. Við þökkum Ólafi Darra aftur kærlega fyrir komuna. Virkilega skemmtilega gestur þarna þær. Brilliant drengur. Svona afslappar og þægilegur. Já, mjög. Skeitt á sig í hressinguminni. Já, hann er ekki næstur inn í beitarblöndun á FM. Nei. Rikki G getur alveg slagur. Við þurfum að henda þér í hressinguminni eftir og svona sína hvernig á að gera þetta. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Það er svo langt síðan ég var náttúrulega í loftinu, hlustendur voru að borða sand þá, Já, þú átt létt með að hendi inn að hressa. Já, kannski, sjáum til. Ég ætla ekki að lofa neinum. Ég held að séu nú ekki margir leikar á Íslandi að gera jafnbæða hluti og Ólafi Darri þessa dagana. Það held ég ekki. En topp eintak þarna ferð. Heldur betur. Þakka honum aftur fyrir komuna. Og allir að sjá djúpið. Já, ekki spurning að kíkja á hana, en það er eins og að komið núna að sturluðum staðreyndum. Já, dóttir mín spurði mig helgina, pabbi, hefur spurt í svona sturla staðreyndir? Þannig að það er mjög spennandi. Já. Þetta situr í þeim. Ég mitt lent á því, fyrir síðust helgi, ekki þessi helgi, heldur síðast helgi. Ég veit ekki hvort það var að vera að hæðast að mér eða ekki. Nei. En þá var fólk svona út á lífinu að biðja um að koma með eitthvað sturlaða staðreyndir og ég vissi ekki hvort að ég var svona verið að hlæja að mér eða hvort það var actually til í þér. Já, fannst það skemmtilegt ekki? Já, en ég hendi nokkra fyrir þau. Já, góð. Hikaði ekki við það. En það er alltaf... Ísbjörnin og svona? Já, það er létt að muna það. Það er komið að nokkrum sturluðum staðreyndum og hér er fyrsta. Það eru fleiri sjálfsalar í Japan en fólk á Nýja-Sjálandi. Sturluð staðreynd. Já. Svo fór ég þarna inn á linkin sem tengdist þessari frétt og Japanir eru með vending machines eða svona sjálfsala fyrir allt. Þú getur keypt lifandi svona, hvað heitir þetta, lobster, humar. Nei, í sjálfsala? Já, lifandi humar í sjálfsala í Japan. Já, ok. Já, þannig að það er... Bara heima hendi í góða humarsúpu og þá kaupir bara kvikindi á leiðinu? Já, hver myndi gera það? Þú ert að fara út með eitthvað date heima þér, einhverja konu og það er að fara að versla humar, ferði í sjálfsala. Og kaupir hann lifandi? Já, Svo bara heima að drepa humar? Það er hvergi í heiminum fleiri sjálfsalæðinu í Japan, þannig að það er sturlu. Staðreynd svara næsta, því minna sem þú sefur, því meiri líkur er á að þú borðir óhollari mat og ert graðari að eðlisfari. Sturlu staðreynd. Því minna sem að sefur, þeim er graðir örmar. Já, og borðar óhollari mat. Samkvæmt sturlu staðreyndum. Sefur mikið í Jón Gunnar? Ég sef ekki neitt og borða rosalega vondan mann, nei. Já, sefur ekkert. Feitur og graður. Treði mig hambúrgurum og alltaf bara graður heima mér. Já, svo er það næsta. Kína framleiðir meira en helming af öllum kynlífsdúkum heims og notar 70% af þeim. Sturlu staðreynd. Þetta er... 70% af öllum kynlífsdúkum heims eru í notkun í Kína. Eru kínverjar bara grimmir í dúkkunum? Eru menn bara í þessu? Hvað hét áttu dúkan þín? Svo máttir alltaf að það barstu. Hvað heitir hún? Hvað heitir hún áttur?
myndi maður bara í þessu það? Nei. Þunnur á sunnudegi, ekkert gekk. Þetta sko, það nú seint talin heilbrigður ungur maður. Nei, seint. En þetta eitthvað sem þú myndir aldrei finna á mínu heimili. Nei, ég ætla að vona ekki. Ég hef heyrt ýmislegt, en ég ætla að vona ekki. En hvað, hvernig líka útskýrðu það? Ok, maður myndi eitthvað þetta var eitthvað flip, við vorum að stekja og ég tók hana með mér heim, eða eitthvað svona. Já, þú veist, og hvað, þú ert eitthvað stöði heima hjá þér, alltaf bara að fara að pumpa. Hvað að frétta með það? En ég byrst afsökunar ef einhverja hlusta sem eiga svona. Já, ég meina þið sem eiga þetta, bara good looking out, sko, bara góð skemmtun. Þetta er beyond me. Já. Ég líka, takk. Men svo það næsta. 21% fólks myndi taka indi, já þetta hef ég lesið áður og ég skrifaði hann hérna aftur af því ég ætla að spyrja út í þetta. 21% fólk sem svaraði að það myndi taka interneti fram yfir kynlíf. Sturlu staðreynd og þá að vera að meina það að þú mætti velja ekkert interneta sem eftirræðiðinnar eða ekkert kynlíf. Hvort myndir velja, Jón Gunnar? Neti burt. Það helviti erfitt, ég tala nú ekki í þínum bransa. Já, í mínum bransa verða það ómögulegt. Þú ert mikið inn á Facebook. Já, og nýtir svona samskiptamiðla. Nota netið mjög mikið, sko. Já, þannig að það væri nú erfitt fyrir þig að nota ekki netið. Það væri mjög erfitt, ég færi bara að móka skurði og svo heim í stuði, sko. Já. Ég er bara með fullri virðingu. Bara burt með Facebook og allt þetta, en mér alveg saman. Má ekki að sleppa stuðinu? Nei, 21%. 21%, já. Það væri... Þá er það kannski að gera eitthvað rangt í kynlífinu, þú ekki bara segja það? Jú, örugglega. Vá, ég bara hljóma að ég væri með þetta alvar hinnu. Já, svo er það næsta. Ef allir íbúar Kína myndi mynda röð og lappa fram hjá þér, þá tækja það yfir 100 ár. Sturlu staðreynd. Það er sturlu staðreynd. Já, þannig að... Það er einhvað fólk í Kína. Já, það er búið einhver tveir þar. Já, og þeir eru allir með dúkkur. Já, 70% af öllum dúkkum. Svona læru að vera hérna í FM 95 blöð. Já, þetta er bara botlaus brunnur. Já, svo er það næsta sem að rætti með pínu, af því að mér er alltaf fundist naflinn svona svolítið krútlegur. Naflinn? Já, það búa 1400 bakteríur bara í naflanum maður. Æ. Já. Maður er ekkert að fara að purra nafl oftar, sko. Þetta snar hætti að vera krútlegt. Já. Hættu því. 1400 bakteríur bara grassir. Nei. Það er svona næsta. Outbreak-apinn, ok? Kettir sofa 70% af ævi sinni. Sturlu staðreynd. Já, ok. Parti hans líka. Parti hans. Hann er kettir. Hann er einhver köttur í sér. Já. Svo er það næsta. Bill Gates er ríkari en 140... Já, Bill Gates er ríkari en 140 þjóðir. Hann er ríkur. Já. Það er einhvað til þar. Það er, veist það, ég hef oft hugsað sko, á meira þegar ég var yngri, en svona aðeins vaksin upp úr því. Já. En það myndi, til dæmis að ég myndi ná einhvern veginn kontakti við Bill Gates, tölvupósti eða einhverju. Já. Það myndi, sko, 10 milljónir íslenska fyrir hann, myndi ekki muna neinu, hann myndi ekki finna fyrir því. Hann myndi gera helling fyrir mig. Já. Hann myndi ekki skipta hann neinum mál. Nei. Ekki neinum. En sástu ekki með þessi... Bill Gates og þessi Steve Allen hérna með þess að snekkju eitthvað sko og hann á okkar pingu lítið í Microsoft, stofnaði þetta með honum eitthvað og hann á bara allan peningi heimi. Já, þetta er rosalegt og... Já, þetta er... Og svo er það næsta, suma tegundra fuglum halda jarðarfarir, sturlu staðreynd. Hæ? Og þetta fannst mér skemmtilega sturlu staðreynd. Sumar tegundra fuglum halda jarðarfarir. Já. Hvaða fuglum? Aðra fugla, það stóð ekki. Það datt þeim bara, auðun aðtinn bara á þarna. Já, veistu hvað, ljóta að segja, ég væri til að sjá eina slíka. Fuglajarðarfur? Já. Klæðir sig í svart föt og... Ég veit ekki með föti. Svona kistuberar og eitthvað svona. Já. Hver syngur? Já. Einhver svona... Er svona eitthvað lítið Sverrir Bergman fugl? Einhver fugl sem er rosalega góður að syngja. Já. Gleður í söknum með Villa Vil bara. Já. Heyrðu þetta? Já, býta, er þetta ekki einhver fugl? Þú ert að labba einhvers staðar. Já, jarðarfur á það. Það verður jarðan. Það er svona síðasta sturlaða staðreynd dagsins. Það er hægt að kenna fílum að mála, sturlu staðreynd. Hvað er þetta að ná í þetta? Það ég er með nokkra síður núna, af því ég er búin að vera með þetta svo lengi, ég þarf að fara inn á fullta síðan til að finna þetta. Er þetta að kenna? Ég ekki það, ég get ekki mála hana. Fílar eru mögnu dýr og ég er orðin að huge fan. Þú ert fílafan? Já, þeir eru ástsjúkir, fílar, þeir eru rosalega tilfinningaverur. Já, Sverrir Bergman fílið? Já, svei með þá, ekki á alla kanta, en hann er með fílsminni. Já. Og, já, það er... Fíl í honum. Já, það er helling, já, fílar, þeir eru með risa hjarta, þeir sem sagt bjarga öðrum dýrum, þeir eru í neyð. Búin að lesa upp fullt af staðnöndum með fíla og ég elska á. Fílar og aðeinslur. Já, ég er mikill fílamaður. Ástsjúkir, fílar og graðir kínverjar. Já, þetta er svona það sem að... Rúluðu á mándegi hér á 5957. Nákvæmlega, það er svona sem að sturlaða staðreyndir rúluðu þennan mánudaginn. Skulum fá hér Alicia Reed með Alone Again og svo ætlum við að fá hressingumina og fleira frá Jónsa.
Alisa Reed hér með Alone Again í FM 95 Blö. Ætlum að fá að heyra hér á eftir 10 hluti Jónsa sem þið vissuð ekki ásamt því að þetta var erfitt maður. Já, þú ert búin að lengja þessu. Þetta er bara til vandræða sko. Svo ætlum við líka að heyra því taka hressingumna þar sem að Ólafur Darri skeitt hressa innkomuna verið. Er þetta bara svona FM king? Nei, þú ert bara að vera eins Já, þú ert bara að vera eins hress og þú getur. Eins hress? Já, en sko þú ert að vera mun hressar eða þú varst inn í gamla daga. Mun hressari? Já, bara taktu þig og eins og þú sett búin að vera að geta bara rittfjúl í viku eða eitthvað. Já, guð minn almáttugur. Og ég vil fá þannig hressa einhverjum frá þér. Ok. En það er mánudagur í dag, eins og flestir ættu nú að vita. Já, myrkur og rigning og... Já, nú ekki rigning núna. Já, eitthvað aðeins í dag. Já, smá sólsamt. Og það er svona oft hjá fólki erfiðasti dagur vikunar. Og svo var ég að lesa hérna á FM-preppinu og hér stendur bara orðrétt 8 ways to get instantly happy on a Monday. Það hljómar stórkostlega mánuði. Þannig ég er hérna með 8 leiðir fyrir ykkur. Þetta er enda algjört kjaftaði sko. Mánudagur reyndar vel hálnaður en allt í lagi. Kvöldi geti... Já, þetta geti hjálpað í kvöld. Geti kikkað inn í kvöld. Eða núna, ég meina klukkan er rétt rúmlega kortir yfir 5. Já, kemur heim bara ferskur. Já, og ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur. Ég ætla að aðtúa hvort þú sett sammála á þessu hérna. Fyrsta er, taktu sturtu, eða farði í sturtu, take a shower. Farði í sturtu og lokaðu augunum og skólaðu neikvæðnin í burtu. Láttu dropana leka yfir andlitaður og ímyndaður að þeir séu að þrífa af þér neikvæðnina. Já. Hvernig líst þér að það? Þetta er bara stórkostlegt. Já, ég ætla bara í sturtu eftir. Það er eitthvað mjög hressandi að vera í sturtu. Já, ég fer í sturtu alla mótna. Já, til hamingju með það. Takk. En skóla ég neikvæðninni burt? Jú. Nei, þetta er bara kjaftaði. Þetta er svona ekta kaninn. Ég ætla að lesa þetta. Þetta er allt rugglirna, sko. Já. En ég get alveg lofað því þó þessi mánudagur, þú hressist ekkert það fyrir sturtu og loka augunum og skólaði neikvæðninni. Skóla neikvæðninni burt. Já. Og hvað? Svo er það næsta, ekki vera mikið inni. Reyndu að fara út og anda að þér hreinu lofti. Að sitja inni í a dark room, já, bara í myrkruðu herbyggi er ekki gott fyrir þig. Já, no shit. Þetta er alveg þvílíkur eye-opener. Ekki sitja inni þunglindir í myrkrunu, farðu út og andaði fersku lofti. Já, það er gott að fá svona punktastundum. FM hlustendur á heimleið er bara búin skrúinu rúður. Svo er hérna eitt sem ég verð nú ekki mikið varfið á Íslandi. Farðu í eitthvað gult. Gulur er mjög jákvæður og skemmtilegu litur og kemur þeir í strax betra skap. Þannig að þetta er skemmtilegt. Já, farðu í gula skyrtu eða gulan ból eða peysu. Áttu ykkur gul föt? Ég sveimi ég á ekkert gult. Nei, ég heldur að maður fyrir ekkert í betra skap að vera ykkur gulum ból. Rugl þetta. Nei, menn þú ert bara í vondu skapi. Bólur ykkur í bjargan einu sko. Nei, nákvæmlega, ég er ekkert að koma hérna í vinnunni illa pirraðar og svo sé bara í Svamp Sveinsson-ból. Geðveikt ressaður. Nei, ég var svo dán í morgun. Ég skólaði með neikvæðin og hendi mér í svampból. Og dreif mig út. Og andaði. Þú dreifði út? Hvað varst það? Ég var inn í eitthvað svona myrkru herbyggi og ég var í rauðum ból og var ekki búin að vera í sturtu. Ég var í geðveikt vondarskapi. Svo er þetta er eitt af steiktasta og það er nú samt hægt að prófa þetta. Sestu niður og hummaðu í 5 mínútur og þú verður betra skap. Það segja bara O-H-M-M bara Í 5 mínútur? Hvað ennið í 5 mínútur? Ég fær í verra skap. Já, ég sammála. Þetta myndi bara pyrra mig meira sko. Þefa það vanilu. Það víst, þú fær í gott skap af því. Fá þér vanilu kerti eða farðu verslaðir eitthvað með svona vanilu lykt. Já. Hún á víst að koma þér í gott skap. Ok, nei, ekki það. Vanilu er bara fín sko. Mikill vanilu maður. Nei, bara lyktin er allt í lag. Ok, svo er það hérna kildu kotta. Það er víst relieve your stress by punching a pillow. Já, ok. Þannig að þú hreinn með súrefni í Svamp Sveinsson-ból að kýla kotta. Já. Það varstu bara í topp. Með vanilukerti í botna. Með vanilukerti. Að öskra Já. Og svo er það síðast að farða að veiða. Veiða? Já, það er vist eitthvað rosa gott. Já, fór að veittu fisk og eftir 30 mínútna veiði eftir að lækka blóðþrýstingin significantly. Ég sé fram á það, við tökum rúndin bara frá niður á Höfn og eftir, þá bara fullt af fólki óbúslega hreint í Svamp Sveinsson-ból að veiða. Já, og hressara en allt. Með vanilukerti. Kanin er svona. Kanin er alveg steikt. Þetta er alltaf sama bullið. Já. Og þetta er líka sko eins og trúir á svona stjörnuspeki. Ertu eitthvað við því? Nei. Einhver, þú veist, þreytast að svona heyrir er bara, þú ert svo mikil krabbi. Já, ég nenni svo ekki sko. Nei, þetta er... Bara enga, veist, og hvað?
einhver þreyttur blaðamaður sem að þýða þetta nákvæmlega einhverju kana síðu og annað og þetta bara endurspegla hvernig maður lifir lífinu það. Nei, við erum alveg slög. Hvað ert þú? Hvað er stjörnumerkjandi? Ég er Vog. Ég heyri það bara. Já. Lík Vog, neikvæðin og leiðindir. Nonni neikvæðir. Nonni neikvæðir. Þetta voru, 8 leiðir til að hjálpa ykkur að gera ykkur hamingjusamar á mánudegi. Það var þetta einn lag. Þetta er mánudagslagið mitt, svo sagði ég því. Orkuleiklinum færði ekki afsláttinn í punktum, heldur í raunverulegum peningum. Orkan. 30.000 viðskiptavinir eru í góðu stuði hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hefur þú prófað alvöru kebab? Kebabcenter, Dalvegi 2 Kópavogi. Símið 581 1717. Bú Avenue, þar sem undirvátaskúfan þín fær nýtt líf. Kæru OP-líkilafar, hér er áríðandi tilkynning frá Óttari Bender. Í dag fáið þið 7 króna afslátt af lítranum hjá OP og Ólís með OP-líklinum og 2-falda vildapunta Icelandair. Afsláttur allan hringinn. Með OP-líklinum. Í tilefni 10 ára afmælis Dogma er 25% afsláttur af öllum vörum út september. Dogma Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. What you mean? Þetta er svo flott lag. Þetta er ríkilega gott lag. Með Muse. Það helling svona U2 Lemon í þessu. Já, þetta er bara með flottari lögum sem þeir hafa gefið út lengi. Já, sammála því. En hann situr hérna á móti mér, hann Jón Gunnar Geirdal í fjarveru Björns Braga og við ætlum að fara núna í 10 hluti sem að, ég og hlustendur vissum ekki um þig, Jón Gunnar. Já. Þú búinn að negla í eitthvað? Já, þetta var vesen. Já, er þetta erfitt? Þetta var pínöri, sko. Ok. Var reyndar einhverjum viðtalsvesen daginn, einhver svona 15 hlutir sem þú vissir ekki eitthvað dót, sko. Já. En þetta er samt vesen. Ok. Hvað ertu með handa okkur? Það er að byrjum. Ég vann á X-inum. Hefur unnið á X-inu? Ég hef unnið á X-inu. Hvernig var það? Þetta vita fáir. Ertu búinn að skjóta því á mánu á frostaði? Já, þeir munum mér sér eftir, sko. Ég var í viðtalið mitt í Harmageddonum daginn. Þeir eru náttúrulega duglegir að bauna á gamla manninn, sko. Já. Og ég myndi á það að ég er örugglega eini FN starfsmaðurinn sem hefur unnið á X-inu. Hvað ára á það? Ég var 94 á X-inu. Ok. Sem var skemmtileg. Var nokkra vaktir þar og svo datt ég inn á FN, sko. Og það var mjög fínt, sko. Það var ekki það. En varstu með svona frasa og svona þar? Það bara, já, örugglega. Það var þetta mjög fínt og bara þossi og sér drengjarinn á X-inu þá á sín tíma. Já, ok. Herðu, þú náttúrulega veist það. Ég á 3 systur. Já. Og 2 börn. 3 systur og 2 börn. Þetta er eitthvað sem hlustendur veit ekki. Já. Engan bróðir. Engan bróður, ég var prinsinn lengi vel, sko, sem er gott. Já. Hörðu, ég er hrikalega, eins og þetta þekkið þú, þetta veistu nú, ég er hrikalega svona góður og skemmtilegur bara í fótbolta. Þetta veistu. Þetta var svona... Þú og Ívar Guðmunds, þetta er, ok, ég hef sagt þetta áður hérna á hlustendur. Sko, Ívar Guðmunds er svona einn rólegasti og þægilegasti maður sem hægt er að vera í kringum. Já, samanlega. Já. Hrikalega jákvæður og alltaf svona, hann hendir reglulímanni H-vítamini, sem er rós. Já. Og bara ótrúlega þægileg maður. Já. Hann breytist í einhverja skepnun á fótboltæðinu. Já, hann er bara the Hulk. Og það gerir þú líka. Þú ert snar ég get átt svona moment, sko. Nei, það, veist það... Ekkert alltaf, rólega. Alltaf, þú ert snar bílar. Ef það er eitthvað meðri liði sem sendi feilsendingu, þá fær hann að heyra þessi auðningi og ég veit ekki hvað þið breytist. Nei, rólega. Jú, inn á fótboltæðinu, þá breytist þið báðir. Ég veit ekki, ég hef stundum áttið persónuleika röskun að stríða í kansmyndum. Ég hef sagt niður fallegt með menn og dómar og annað og fengið nokkur. Ég hörði á síðasta sumari sem að spila nú í Utadeildinni, nú með Ívari Guðmunds. Við vorum nú ekki með vinsælasta liðið þar félagarnir. Nei, saman í liði. Saman í liði og ég held ég fengi 2 svar beint rautt á sumarið. Já. Ekki það ég sé að monta maður, sko, maður er bara lasinn. Já. eins og ég er gaman á fótbolta og pirra mig yfir því þegar menn er að missa sig við leikjum sér og horfa, sko, en alltaf ekki. Ok. Hörru, ég er frá Kópavogi en ég fór í Fjölbraut í Garðabæ. Ok. Var þar einmitt með Mána og Þór Bæring og fleiri góðdrengum. Á hverju fórstu í Fjölbraut í Garðabæ? Ég nennti bara ekki að vera með sama liðin í skóla 4 ári viðbót, langar bara að prófa nýtt. Þú ert það svona vestló-týpa.
Það ekkert komið óvart að þú hefði verið í Vestló. Já, ég bara einhvern veginn nefndi ekki Vestló heldur. Fór í Fjölbraut í Garðabæ, mér það bara einhvern veginn henda mér. Ok. Heilla mig. Fínn skóli ekki? Já, jú, frábær skóla og við byrjum að í útvarpi 16 ára djöflast félagarnir. Já, ég var skemmt þar en dag, en mikil stemming. Það ekki? Já. Hörðu, ég er með BA-próf í ensku. Ok. Þú er mjög góður í ensku. Ég er rosalega góður í ensku. Ég langaði bara að fara í háskóla á sín tíma. Nennti ekki viðskiptafræði og hann ekkert HR þá, bara Háskóla Íslands eða nánast ekki neitt. Þannig ég bara hendi mér í ensku. Fór bara að lesa Biblíun og Shakespeare og eitthvað og heiti bara 3 árum í það. Og hafðir þið gaman að því eða? Ég er bara mjög gaman að því sko. Þetta byrjaði skráðum í 95, útskrifaði sko okkur 6 árum seinna. Ekki það að ég sé ónýtur í höfðinu, alls ekki. Ég var bara alltaf hætt á að byrja aftur. Það tók bara sín tíma að klára svo ríkjar á endanum. Þegar ég var skiptinum í Bandaríkjunum 1993 til 1994. Hvar í Bandaríkjunum? Ég var í Moorhead, Minnesota. Minnesota? Já, bara hérna, og það var mjög skemmtilegt sko, ekki það var versti vetur í sögu Minnesota og fólk heldur að sé vondur vetur hér, bara biðið fyrir ykkur. Já. Og ég var gaman að segja frá þessu, ekki það Moorhead, Minnesota sé eitthvað, en þetta er 5 mínútur frá Fargo. Já, sem bíómyndin. Ég keyrði bara í eina brú og þá var ég komin í Fargo, jú. Ok. En ég var að hitta ykkur að vestur Íslendinga og ég var MVP í fótboltanum. Hvað ætlaði að gera því? Varstu orðinn ruglaður þá eða? Nei, ég var mjög fínn þá sko. En fótbolti var kannski ekki marga fiskar þar sko. En hvenær fer hausinn að þér í boltanum? Hafið ég, gamlega bara eitthvað pirraður eitthvað annar. Emil Lagur, svo hljómað þú bara svo öskubuska í takkaskóm. Slaka það, ég er nú alveg að spila fótbolta með þér, þannig að þú ert geðbillaður. Ég tapsa sko, það er mikill munur. Þú og Heiðar Austmann sem að vinna með mitt hérna FM 957. Já, annar róleita maður. Já, þið getur verið brjálega sko þó þið sé að vinna. Já, við getum verið byrjar. Já. Ég er að spila nú fótbolta með honum vikulega núna og við getum alveg tekið smá. Já, ég held að ekkert farið fram hjá mönnum sem að fylgdust með 70 mínútur með strákunum að ég er vel tapsár. Já, mjög. En ég er jákvæður meðan ég er að vinna, sko. Já, ég er það nú oftast líka, sko. Já, ok. Hörru, ég var Íslands og bikarmeistari með Fram í öðrum flokk 1993. 1993 í öðrum flokki? Já, Helgi Sigurðsson og fleiri. Hver var besti? Já, Helgi þá? Helgi Sigurðsson langbestur, sko. Já. En við með hörkulið og mjög skemmtilegt. Ok. Og ég var í hægri bakverð eitthvað. Á hverju framari? Ekki það, þannig fyndi líka, ég var sko í sikkoru liðinu öll 3 ár mín í öðrum flokk í fótbolta. HK, Stjörnunni og Fram. Ok. Af hverju veit ég ekki, ég bara veit ekki. Bara eitthvað. Rótleysi. Já. Takk fyrir það. Hörðu, ég byrjaði á FM 957 fyrir 18 árum. Ég var að rifja upp á hann. Þetta er skelvilegt. Þetta er bara svo, þetta er ekki sturlu starrend, þetta er skelvilegt starrend. Það er hressandi. Já. Hvað varstu lengi á FM? Ég ætla að byrja í útvarpi 16 ára sko. Já. Það eru rétt rúmlega 100 ára síðan. Já. Þá verðum við á útráðsfélagarnir, fórum á Sólina 93, sætla minningas. Svo fyrir til Ameríku, tek exit og byrja svo á FM. Ég var á FM í einhverjum 5-6 ára eitthvað sko. Ok. Svo varstu líka með Móno? Svo byrjaði Móno-ævintýri með Pálma Guðmundssoni. Já. Pop og kókstjórunum gamla. Tókum það ævintýri hérna og það var mjög skemmtilegt. Sim og Jóa og svona? Sim og Jóa og 70 myndir sem byrjaði þá í morgunsjó og svona. Já. Og ekki, Pétur og þeir hérna Ding Dong og eitthvað, það ekki? Jó, þeir voru aldrei á Móno. Það voru þeir voru á X-unu og svo Radio X og svo fóru þeir yfir á FM. Já. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt. Hörru, er ég búið með 10 það? Ég veit ekki. Jú, ég held það, segð mig þá. Ok, þetta voru 10 hlutir sem þið vissið ekki Jóngunar. Það sem kom mér mest óvart þetta að þú er unnið á X-inu. Og það er eitthvað sem ég ætla að skjóta á mánuðum leiðu í hittan. Já, nógu mikið skjótur á mig. Já, þeir eiga það til að láta menn heyra það. Já, þeir eiga það til. Þetta er Coldplay, Princess of China. Varu nú svo að hlaða í hressingum. Ég vil fá hana vel gírað. Já, takk. Princess of China hér í FM 95 Blö. Við ætlum að fara að henda hérna í hressu innkomuna hjá Jóni Gunnari en eitt sem ég ætlaði að spyrja á þetta Jón Gunnar. Það hefur ekki farið fram hjá neinum sem að er á netinu í dag að stelpunar í The Charlies voru að gefa út nýtt lag og ekki bara nýtt lag heldur nýtt myndband líka. Ertu búin að sjá það? Já, ég er búin að sjá það. Facebook logar. Já, Facebook logar. Sko fyrst ég ætla að byrja að taka það fram að mér finnst aðdáðanvert að séu að núti að elda drauminn. Já, það er sem líka. Og eitthvað sem að ekkert allir þora að gera. Alls ekki. Það er virðast nú. Það hafa börið til. Já, en það er virðast nú að hafa heldur gott. Það er búin að búa það núti í 2-3 ár og bara vinnaði tónlist. Það er komið held í sjálfstæði fólki hjá Jóni Ársali, þannig að það verið gaman að sjá. Já. Hvernig stemmingin er þannig alveg. Hvernig þetta er hjá þeim dagstaglega. En þetta myndband og lag er ekkert að fara allt og vel í landan svona ef markam á Facebook.
Nei, það búið að hakka þetta í dag. Já, og fyrir ykkur sem hafa ekki heyrt lagið, þá heitir lagið Hello Love. Ég ætla nú ekki að spila all lagið, en svona, ég ætla að gefa ykkur svona smá smekkirna að þessu. Þetta er svona, já, þetta er svona öðruvísi. Og það er einhvern veginn sko, en svo nýji stílisti er að hati föt. Já, það er eitthvað minna af þeim í þessu. Já, svo er það creepy rassin þarna. Já. Svo er það að vinna svolítið með Barbie-dúkkur. Já, ég skildi það ekki. Nei, svona Barbie-par að sofa saman. Dansarar og hundar og... Já, og kemur ykkur gaur hérna og tekur eitthvað hringspark. Já. Hvernig finnst þér lagið? Ég er alveg rólegur, sko. Þetta er ekki að gera mikið fyrir mér, sko. Ekki að fíla lagið? Nei, ekkert rosalega. Svo erum við hund þarna líka. Það að setja út tunguna og... Þetta er svona real-time live útsetting. Já, þetta er... frá Charlies. Þetta er sko... Það væri alveg hægt að gera þetta bara í... Þetta er ljótt að segja. Það væri alveg hægt að gera þetta vídeo bara hérna í stúdíónu Stöð 2. Það er að vinna svolítið með bara green screen og... Já. Og eina kameru. Já, þetta lag er ekki að... Þú veist ég er ekki alveg að kaupa þetta. Nei, þetta er svona... Það eru búin að taka... Já, svona einhverja nýja stelpunar í nælon. Það er nokkuð ljóst. Já. Það er ekki... Það verður að vinna svolítið með kynþokka og... Þetta er engin barnaskemmtun. Nei, það eru ekkert að fara að syngja hérna einhverja jólaskemmtun. Það er bara að rífa súr og kossilegt og stuð og stemming, sko. Já, þetta er rosa partur. Já, rosalega. Þarna núna í myndbandinu er dansarinn að halda á Ölmu og hún er að berjast hún eitthvað í fanginu á honum. Virkilega skemmtilegt. Já. Hún er svona að reyna að sleppa en sleppur ekki. Hvað er þetta að fara, stelpa? Herri, jæja. Nó með þetta. Já, allavega landin er svona hann er svona, það er mjög blönduð, svona mixt viðbröð við þessu öll saman. En allir að horfa á þetta? Allir að horfa, þannig að hei, einhver er þetta. Já, þetta er að gera eitthvað rétt stelpuna. Já, sjáum til hvernig það gengur út í hennum harða heimi. Vekur athygli. Vekur athygli, já. Er ekki allir í því? Jó, hvort sem að það er á jákvæðan neikvæðan, en það er hins vegar komið núna að komið að hressuinnkominni. Já. Ólafi Darri var hérna gestur hjá okkur áðan. Hann var frábær. Tók lélustu hressuinnkomin sem ég heilt, en sem betur fyrir situr á móti mér hér, FM Legend, sem að hefur FM Legend, já. Tekið nokkrar hressarinnkomir. Eina að segja að versta við þetta, þú kynnir inn lagið Read All About It með Emily Sandi og það er ekki hresslag. Nei, við erum ekki að fara að setja eitthvað annarlega á. Ég heyrði Egil urði yfir þetta lagið á föstudaginn. Ok, hvaða lag viltu kynna inn? Ég vildi Retro Stefson. Það eru uppáðslega. Retro Stefson og Glow. Glow? Já. Hvernig skrifar það? G-L og tvöfaldvaf. Já, ok, það er bara Glow. Já, ég er með B.A. í ennsku, bara eins og Glow Stick. Ok. Já, eins og Glow Sticks. Þú veit að kveikjar á því. Þá þarf ég að svissa þér svona. Ég er ofnlega góður hérna á... Þetta eru 60 sekúndur. Það er rosalega langt. Það er engin kynning á FM 957 er 60 sekúndur nema þú að bladra eitthvað, sko. Já, en það sem að... Og jú, Heiðar náttúrulega elskar að hlusta á þessu tala. Já, ok, það er komið að þessu og ég vil fá þetta alveg vel hrest. Alveg brjálast það hrest? Já, bara settu bara í overdrive. Já. Ertu tilbúinn? Ég er bara eins tilbúinn í verð, held ég. Þá er það bara 1, 2 og byrja. Jón Gunnar Geirdal með okkur FM 957. Það er mánudagur hér á FM og það þýðir bara eitt. Það er engin óhress hér. Við erum að bakka inn með fullan bíl að tróðfullan af topp tónlist. Við ætlum að vaða hér í Ólaf Darra og eftir djúpið, gefa ykkur bíó með pizzaveislu frá Dominos. Við ætlum að tala um veðrið en það er ónýtt og verður það áfram. Þannig okkur er alveg sama. Auðun Blöndal kíkir í spjall og hér eru allir og verða endalaust stressir. FM 957, ertu ekki örglega með stilt? Ef fóreldreinir eru systkini, þá ertu á vitlausum stað. Hvað er mikið eftir? 30 sekundur. Nei, ég er 30 sekundur eftir. Hvað er eiginlega að mér? Hörru, hér leikur sólskýrin niður veggina. FM topp tónlist. Þetta er bara, ég get ekki meir, sko. Herðu, Jón Gunnar. Hvernig getur þú ekki tekið hressa innkomi í 1 mínútu? Í 1 mínútu, sko? Þetta er of mikið. Nei, leikur sólskýrin niður veggina. Mjög flott í þér. Það ekki? Já, en ok, kynstu að bara enda á kynninlagi. Já, við endum að kynninlagi. Retro Stefson er gleðipopp hljómsveit landsins og auðvitað erum við að spila þá hér á FM 957. Þeir eru með útgáfutónleika í Iðnó, þar verður þú að vera. Þetta er nýja lagið. Þetta er Glow á FM 957. Takk. Veistu það, Jón Gunnar. Sorry, ég bara... Ég var fyrir því líkum vonbrigðum. Ég bara þetta var líka svo hratt eitthvað, þetta bara var of mikið. Ég reyndi. Já. Það er 1 númer. 533 33 50. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur
Selur Green & Clair í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Eldbökudagar pluss Rizzo jafnt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 5777000. Láttu vaða. Rizzo. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Það er rétt, við erum stilt hér á FM 95 blöð og já, við Jóns er búin að vera hérna með okkur síðan 4 í dag. Það er svona að koma að lokum hérna hjá okkur strákunum. Hvernig er kvöldið Jónsi? Það er bara mjög rólegt. Já. Bara ná í börnin og heima elda mat og slagur sko. Hvað elda? Ég er bara að elda eitthvað Mexíkans bara. Það er ekkert annað. Það var bara hlaði í Mexík, bara salsavisla. Já, salsavisla á mánudegi. Já. En þú? Ég var að spæða skvass á eftir. Já. Svona eina plani. Svo er ég að horfa á Breaking Bad þessa dagana. Já, ég á það eiginlega alveg eftir. Já, ég var að byrja, en ég er strax búið með 2 seríur. Já, þetta er ekki geggjað það? Já. Það er litla sem ég er búin að sjá, það er trillt. Fyrir rólega á stað, sko. Já. Svo er þetta bara stórkostlega þetta. Já, frábært. Ég þarf að taka Breaking Bad. Já, ég held að ég líka elska þegar ég byrja að horfa ykkur á þætti og frétti að það séu konar 5 seríur að því. Já, getur bara leið. Já, þannig að þá er nóg framundan. Já. En já, ég ætla nú að þakka fyrir daginn, Jósi. Já, takk sem leiðis. Gaman að hafa þig hérna. Fyrst velverningar á Solskins pressukenningunni. Þessa innkoman, en ok, þú varst skárið nólaðari, ég geði það. Já, en það er ekkert spesamt, sko. Nei, herru, ég fekk SMS hérna frá einu FM legendinu, Ásgeir Kolbeinsson sendi SMS, Jónsi Skate. Kolb Father. Já, hann var ekki sáttu við. Nei, ok. Þú náður ekki 30 sekundum. Ég náði ekki, jú. Og svo varst ekki nóg hæper heldur. Þú varst svona bara eins og værir, ég var fyrir miklu vonbrigðum. Var ég ekki nógu hæper? Nei. Já, ok, ég tekið aftur. Þú ert að, það var svona aðeins meira tempo í þig. Já, það er svo langt síðan maður er verið hérna, sko. Já, það er búin að standa þig vel eitthvað síður. Rikka Gesu upp hérna. Já, Rikki, hann er nú rétt og mættur og verður með ykkur hér til 9 í kvöld. Já. En við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim og þetta er held ég fyrsta sinn sem að þessi einstaklingur er spilaður á þessari stöð og þetta er hann Paul Simon. Þetta er hrikalega gott. Hann kemur einmitt úr hljómsveitinni Simon & Garfunkels en þetta lag heitir 50 Ways to Leave Your Lover. Já. Og er svona ekta held ég bara mánudagslaga á leiðinni heim. Þetta er næs heit á mánuði. Já, svona hugljúft og þægilegt. Ég ætla að þakka bara Ólafi Darra kærlega fyrir komin í dag og Jónsi, takk fyrir komuna. Bara takk sem leiðis. Takk fyrir hlustununa, kæru hlustendur. Við verum mættir hérna aftur á morgun, ég og Sóli Holm frá 4 til 6 og svo verða 2 harðir á miðvikudaginn en ekki á föstudaginn. Þannig að það verður miðvikudagslægið en ekki föstudagslægið. Það er svona smá breytingar hérna hjá okkur í vikunni. Svo verður þetta dottið í sama gamla farið í næstu viku en endum þetta á 50 Ways to Leave Your Lover með Paul Simon. Þetta er lagið á leiðinni heim. Takk fyrir hlustununa.